hann sagði við byrjum á því Freyr látum fara frá Brann, hvernig svona sáu þessi tíðindi við þér? Bara hrikalega ömurlegt sko, fekk að vita þetta aðeins áður, bara hann heyrði í mér og já, bara mikið sjokk, bjóst alls ekki við þessu, fannst við vera bara ekkert geða ykkur stað í deildinni en flottum stað bara í klefunum og mikið meiðsli og svona, bjóst alls ekki við þessu og það finnst það bara mjög leiðilegt sko. Stuðningsmenn ósáttir voru leikmenna líka? Málið með okkur leikmennina voru komnir frí, sem náttúrulega bara ennþá leiðilegra, ná að fá ekkert tækifæri til að kveðja hann. Ég hitt hann aðeins reyndar, ég er búinn að tala við ykkur en við erum ekkert bara hittast og við erum ekki hittast fyrir eftir 2 vikur, þannig það var líka eiginlega bara svona ekstra leiðilegt. En svo segir bara kom mikið á óvart? Já, mjög mikið á óvart, bjóst alls ekki við þessu, við erum búin að vera frekar óheppnir, samt, búin að gera þessu ári, komast áfram í Evrópudeildinni, komast í bikarúrslitin en tapast þessu 3 sem ekki nógu gott. Það voru að koma 6 vikur frí, vorum að fá menn tilbaka og ég var alveg handviss að við myndum fara að vinna aftur leiki og ennþá bara keyra út að komast í Evrópu sennilega líka og þannig, já. Hefurðu miklu bandið við Freysa eftir þetta gerist? Nei, hann heyri bara í mér og sem hitti hann á svona velli. Ég tók æfingu á mánudeginum, var aðeins lengur, fór ekki strax í frí, þannig ég heyri hans í honum bara og ætlum að heyrast betur seinna. Hvernig bara staðan á þér? Þú ert að koma tilbaka eftir löngmeiðsli? Já, ég er aðeins byrjað bara 1 samt með styrkþjálfara. Vonandi planið var allan að byrja með liðinu í lok júní og vera í hóp í fyrsta leik og það gengur vel eins og en ég er hættur að fagna og snemma og plana eitthvað. Ég bara tek þetta bara degi frá degi og ef staðan núna þá planið og vonandi í hóp í fyrsta leik. Þetta búin að vera mikil þrautaganga? Já, alltaf mikil þrautaganga. En nú maður svona aðeins að vera bjartsýnn og maður bjóst ekki við að vera svo lengi frá, líka fyrsta skipti sem ég lendi í ykkur svona og nú veit maður hvernig mönnum líður þegar menn slíta krossband og slíta hálsinn og allt þetta. Þetta er alveg ömurlegt en alltaf að tala að koma sterkari tilbaka, þú veist, jú, kemur sterkari tilbaka, geta alveg betri leikmaður en kannski betri höndla meira, betri karakter. Það sem ég held að muni gerast líka á mig sko. Stefnir á að koma tilbaka eins og þú segir, hvað eftir mánuð? Já, bara miðjan júlí, klára að spila ekki mínu besta formi en það tekur tíma og planið að vera að klára það.